Já, komin sæl. Við höfum hérna lag sem er búin að koma sér inn á Grænlandshaf og kemur nú til með að senda okkur nokkuð stífa sunnanátt og rigningu þá einkum sunnan- og vestanvert landi næsta sólarhringinn, en annars er þessi hæð hérna sem er milli Íslands og Bretlandseyja sem er svona að stjórna öllu hjá okkur og hún ætlar að vera ansi þaulsetin og kemur til með að viðhalda svona suðvestanátt hjá okkur næstu dagana með þá svona þungbúnu veðri og einhverju vætu sunnan og vestan til en nokkuð bjartu á norðaustanverðu landinu. Og ef við lítum á hitasviðið þá erum við ennþá í hlýjum loftmassa og ekki miklar breytingar að þar á, kannski svona hitatölur fara eitthvað aðeins niður á við og þetta þýðir það að áfram verður hlýjast landið austanvert þar sem að hámarkshitatölur eru svona nálgast 20 gráðurnar en aftur á móti eru hitatölur sunnan og vestanlands talsvert lægri. Ef við skoðum aðeins þróunina næsta sólarhringinn þá er vaxandi sunnanátt á vestanverðu landinu. Skilin frá þessari lægð eru að nálgast og koma inn á landið í kvöld og nótt þannig að það verður svona rigning allt vestanvert landið og á morgun verður svona allhvöss sunnanátt við vesturströndina tíma en síðan þegar líður á daginn þá fer nú að draga úr bæði rigningu og vindi en úrkomu svona verður þá helst sunnanvert landið þegar svona líður á morgundaginn. Og ef við skoðum eldgosspána þá má nú gera ráð fyrir því að mengunin frá eldgosinu hún fari beint út á Faxaflóann í þessari sunnanátt og það sem bæði er mikill vindur og talsverð rigning þá ættum við ekki að þurfa að hafa miklar áhyggjur af mengun. En í Suðvesturlandið það verður ansi svona blautt á hádegi á morgun, skilin hérna yfir við vesturströndina og það verður líka svona stíf sunnanáttin og gæti orðið allhvöss svona við ströndina og þá á svona helstu vindstöðum gæti orðið ansi hvass vindurinn. En aftur á móti á norðvesturlandi verður nú nokkuð stífur vindur á Vestfjörðunum en úrkoma verður minni þó að það verður svona einhver rigning viðlóðandi meirihluta morgundagsins en síðan svona fer nú kannski að draga úr þessu þegar að kemur austur á bóginn og á norðausturlandi ætti að verða bjartviðri, skilin komast ekki lengra og því ætti sólin að skína og þar verður vindur líka talsvert hægari og hitatölurnar hærri og hámarkshitinn gæti alveg farið upp fyrir 20 stigin. Aftur á móti á Suðausturlandi verður þungbúið og það verður svona rigning allra syðst svona fyrri hluta dagsins en eftir því sem að líður á daginn þá úrkomusvæðið að færast meira austur á bóginn. Nú síðan á laugardeginum þá verðum við í svona þessari suðvestanátt, hún gæti nú orðið svona strekkingsvindur en sunnan og vestanvert landið þar sem að verður þungbúið og einhver væta og verður nú ekki miklu magni en aftur á móti á norðausturlandi þar verður vindur mun hægari, þar verður líka sólskin og hitatölurnar verða áfram þar hæstar. Og sunnudagurinn hann býður upp á áframhaldandi vestan og suðvestanátt með þungbúnu veðri landið vestanvert en aftur á móti björt og austurlandi. Hámarkshitatölurnar áfram hæstar nálægt 20 stigum austanlands en ekki nema 12-13 stiga hiti landið vestanvert. Og mánudagurinn hann svona býður ekki upp á mikla breytingar, það eru í þessu suðvestanátt þá munu svona úrkomusvæði koma til okkar á og til og það er spáð einu slíku á mánudaginn og þá gæti nú orðið einhver væta landið vestanvert en þessi úrkoma hún á ekki að ná inn á austanvert landið þannig að það ætti að verða áfram bjart og jafnframt áfram hlýjast. En á morgun hjá okkur það er skil sem er að koma inn á landið, það er vaxandi sunnanátt með rigningu og talsvert stífum vindur landið vestanvert en bjartviðri og talsvert minni vindur landið austanvert. Látum þetta duga verið sæl.